Hefur þú sótt að taka laxveiði á leigu Sigþór eða? Já, herri, ég hef tekið það því. Já, þannig að þú kannski svona kannast eitthvað við þetta sem við ætlum að ræða í þessum þætti. Já, ég kannast aðeins við það, en mér finnst ofta umræðan sem verður þegar það eru tekin svona útboð og komum fréttir tölur og svona, hún segir ofta ekki alls söguna. Nei, hún gerir það ekki alltaf. Þannig að við ætlum að skiknast aðeins onni í þetta og bara svona málefni veiðifélaga almennt og hvernig þetta virkar með útleigu og rekstur veiðifélaga og svona bakvið tjöldin sem gerist í veiðinni. Já, Gunnar Örn Petersen ætlar að kíkja aftur til okkar, hann var hjá okkur fyrir í okkar þáttagerðum. Já, þá fórum við svona yfir hans sögu í veiðinni og nú ætlum við svona meira að þjarma hann hans stöðu sem framkvæmdastjóri Landssambands veiðifélaga og hvað hlutverk það batteri hefur almennilega og bara fara aðeins yfir þetta allt saman sem að mér finnst svo forvitnilegt og mér finnst líka kannski bara fólk að kynna sér betur þegar maður dettur inn í þessa umræðu við fólk eftir útboð og svona, þú veist, það oft fáránlega tölur, þetta ekki endilega tölurnar sem tekið og... Já, síðan fólk að spyrja maður hvað finnst mann þetta og ég veit ekki alveg hvernig maður á að svara, skilur við. Já, þetta oft mikil svona hulinn heimur þegar það kemur að þessu. Þannig að vandi læra við svolítið þennan heim núna í dag. Já, en herru Birgir, ég með fréttir. Nú, hvað með það? Það góða fólki á Tókjó sem náttúrulega miklu meira sushi. Besta sushið, lax úr landeldi, alltaf. Heiturréttinir 1990 og allt þetta. Herru, við erum komin með afsláttarkóða. Yes! Það Hylur 10, það virkar í appinu, vefsíðunni, í sjálfsækreiðslunni og á kassanum. Alveg sama, bara Hylur 10 og fær 10% afslátt á öllu klappinu. Æðislegt, þetta fyrir ykkur hlustendur og okkur. Já, endilega nýtið ykkur þetta og náðu ykkur í fersk sushi eða eitthvað gómsætt á góðum kjörum. Þakka þeim kærlega fyrir þetta. Já, og svo það náttúrulega bestur á bakkanum. Bílkaldur Víking léttöl. Ég búin að vera þungur í bóndanum. Ég að spája að fara að færa mig yfir í Viking Light. Já, hann líka þægilegur sko. Þægilegur. En gamli góði líka, sjá í gildidósunni. Já. Þið þekkið þetta er náttúrulega, þetta er besti veiðifélaginn. Já, flýpið að einum og drekkið með okkur meðan að hlusta. Herru, Gunnar Örn. Gunnar, velkomin í Hylinn. Takk fyrir það. Herru, þú ert framkvæmdastjóri Landssambands veiðifélaga. Já. Og okkur langar aðeins að forritnast þetta fyrirkomulag sem hefur bæði verið svona, mikil blessun fyrir veiði og veiðimenn á Íslandi og líka svona einhvers konar körs, þú veist að veiði verið dýr, en að samanskapi hámarkar þá arðsemi fyrir, í rauninni þína umbjóðendur, sem eru þá landeigendur og bændur á Íslandi. Vissulega. Segðu okkur aðeins hvernig verður þetta til? Af hverju endur við með þetta veiðifélaga fyrirkomulag? Þetta er náttúrulega mjög, svona áhugavert kerfi og sérstætt að mörgu leyti við berum okkur saman við önnur lönd og það er eiginlega svona mikil, þetta er sett saman eiginlega svona 3 grunnreglum, fullt af alls konar reglum og hitt og þetta, en það eru svona 3 grunnreglur sem eru mikilvægt sem að móta þetta kerfi og það er í fyrsta lagi bara reglan það sem er í rauninni regla sem við fáum bara frá normönnum á sínum tíma og ritar heimildir hana frá þjóðveldisöld, það er bara reglan það hver veiði fyrir sínu landi, fugla og fiska. Þetta bara er að finna í Grágás og hefur bara verið við líði alla gótið síðan. Og svo er það reglan að það megi ekki skilja veiðirétt frá jörð sem verður til á 20. öldinni og svo er rauninni reglan skyldu að elda veiðifélögum. Þessar 3 reglur eru svona grundvallar reglur í systemi. Og svo að mennskar skilji munin á okkar kerfi og öðrum er að þetta er ekkert allstaðar svona sko. Nei. Eins og til dæmis við þekkjum í Bretlandi þá eru kannski menn með bara svona stubb af sinni á og er ekkert skildu til að vera neinu félagi og þeir veiða bara fyrir sínum bakka. Já, stubb og annan bakkan. Já, nákvæmlega, stubb og annan bakkan og svo kannski eins og í Bandaríkjunum þá er mjög mikið að það sé neitt svona eitt kerfi yfir öll Bandaríkjunum en það er mjög algengt að það sé svo mikið af svona public water það sem að bara allur almenningur hefur aðgang að þessu vatni og það er bara að kaupa svona ríkisleyfi af hverju fylki fyrir sig og svo getur þú bara að fara út að veiða sko. Þá er kannski helst að það sé takmarkandi bara aðgengi í gegnum land sem að geti þá
vissulega getur stundum verið takmarka aðgengi gegnum land en það er oft svona drops þar sem þú getur sett báta niður og svo máttu fljóta á vatninu og svo er til að flækja ennþá meira þá í sumum ríkjum er sko bannað að snerta botnin því botnin er í eigu sko landeigandans og þannig máttu ekki vaða en máttu vera á bátnum sko en sumstað máttu vaða þannig að þetta er svona það er ýmsar útgáfur af þessu og auðvitað gefur þetta okkur mismunandi niðurstöður eins og þar þá getur bara farið frekar ódýrt út að veiða en það hefur kannski sýnt sig á mörgum stöðum allavega í Bandaríkjunum hefur bara verið algjör á ofveiði að ræða og erfitt að stýra einu en einu. Þannig að þetta sem við búum við í dag, það kannski svona, ég trú því að það gef okkur, þá með ýmislegt þetta kerfi segja, sérstaklega sem veiðmaður og maður myndi vilja fá að veiða allar þessar ár sjálfur bara á einhverju svona $15 leyfi, ekkert mál. Já, norður á væri ekki norður á... Nei. Nema að væri fyrir þetta kerfi. Vissulega ekki, sko. Og við værum búin að ganga miklu meira á svo stofna, þannig að kerfið í rauninni hefur séum það að viðhalda þessu stofnum með ákveðinu leyti og í rauninni er við á mörgu leyti með sterkustu laxastofna bara í heiminum í dag og það hefur hámarkað svona arðsemi fyrir það landeigendur og þá sem eiga auðlindina, sko. Og einhverju leyti þá, bara miklu leyti þá náttúrulega líka gæðinu veiðinni. Að þegar þú ert búin að kaupa þinn dag þá er það þá allavega þinn dagur þú ert ekki öxl í öxl við næstu menn eins og maður þekkir bara, maður hefur veitt í Bandaríkjunum og þá er það basically þannig, það er bara vakna í myrkri og reikspól á stað til að finna einhvern blett og svo kemur bara einhver stendur í hliðina sko. Ég hef með tengið við þetta þegar að reynda við í Bandaríkjunum mætt bara í einhvern geggjaðan stað sko, fyrstur búin að vakna allt og snemma sko svo bara einn mætti fyrir ofan þig og byggði góðan daginn og svo fyrir neða þig og svo byrja gætarnir á bátunum að fljóta í gegn sko. Og þú ert bara hífinn til þess að þeir komist í gegn. Og þetta er náttúrulega eitt helsti sölupunktur þegar maður er að selja veiðileyfi erlendis er að þetta virki svona hér sko. Þú hafi bara þinn, kannski með 10 kílómetra, 6 stangir og næga hyljum að velja bara ein vakt hér og þetta er það sem að útlendingarnir eru að sækja hingað sko. Og það er náttúrulega reglan nr. 2 svo nefnir að það sé ekki að skilja veiðirétti frá jörðinni þetta er náttúrulega greiðlega mikilvægt líka því annars verður væntanlega einhverjur auðhringir í gegnum tíðina búin að sölsund sem veiðirétti. Það sér bara, ég hendi sér að það væri allt annað landslæði í þessum málum og við erum búin að vera nokkuð svona framsýn með alla þessa lagasetningu auðvitað þessi grunnregla, hún kemur náttúrulega bara alveg upphafi byggðar frá Noregi að hver og einn eigi í rauninni veiðiréttin sem er ekkert endilega sjálfgefið, allar þessar reglur eru ekkert sjálfgefnar, þetta er einhvern veginn svona mannaverk en síðan og fyrstu reglurnar veiði, það eru fleiri reglur en þessi eina sín endi frá þjóðveldisöld, það er í rauninni snúast allar það að snúast sko svona nábýli manna að ég sé ekki að vaði við þig ég má ekki girða bara fyrir þvergirða ána því þú sem býr fyrir ofan þarf að fá eitthvað fisk og það er ekkert sérstaklega verið að pæli sko því að vernda laxastofna á þeim tíma. Nei. Það fyrir síðan ekki að gerast fyrir sko stangveiðin byrjar og menn sjá svona eitthvað verðmæti því á 19. öldinni. Þá fara fyrst að koma inn reglur um verndun stofnana sko. Annars er það að snúast hitt sko. Og þá fara að koma inn svona reglur eins og þessi sem nefndi að mætti ekki aðskilja veiðiréttur og fasteign og maður er rauninni, það er tilvík það sem það hefur verið gert og nærtækastæði með bara Hafnarfjarðar á hún er í rauninni í einkaeigu og veiðiréttur fylgir ekki jörðunni þar og þó með ýmst gott segjum það akkurat það tiltekna dæmi það er góð menn í stjórnvölinu og allt það og þeir eru að vernda stofnana að þá sæði maður í hendi sér að það væri bara það væri á höndum örfára allur veiðiréttur á landinu ef þetta væri heimilt sko. Það er miklu flóknar náttúrulega auðvitað er hægt að kaupa upp jarðir og safna jörðum miklu dýrara og miklu flóknara og það er bara miklu meiri mótstæði því heldur en þú getur bara samfært allum að kaupa veiðiréttin og það voru alveg svona tilvík, ég las einhvern tímann að einhverju Bretar ætla að kaupa bara veiðiréttin í Kjósinni og bændum í Kjósinni fannst það kjörið að selja þennan veiðirétti þeir hefðu ekkert við hann að gera sko en svo einhvern veginn bremsast það af og svo síðar voru þessi lög sett sko. Já, við getum ímyndaðir sko einmitt eða bara fyrir 100 árum síðan hefði Bretar eignast allan veiðirétt í öllum þessum ám sko þegar Íslendingar voru bara kottbændur sko. Akkurat. Þá væri þetta líka sko, og þessi regla í rauninni og það sko hvernig sko arðurinn af veiðinni
dreifist svona yfir landsbyggðina, þetta bara svakalega mikilvægt sko byggðamál og þú veist, það bara rosalega stór hluti af bara hagnaði í landbúnaði kemur úr veiði. Maður þess að tölu 70% í Borgarfirði og Mýrum og Sveið. 70% hagnaði í landbúnaði. Já, akkurat. Þegar landssambandið gerði könnun 2018, þá var þetta það sem kom upp þar, 70% hagnaði. Það var þetta stærsta hæsta hlutfallið en það sýnir bara hversu mikilvægt þetta er. Og ég held, þú veist, þó við þekkjum kannski svona kerfi sem menn svona einhvern veginn eru ósátti við og svona kannski hvernig það var komið á eins og kvótakerfið þó þessi kannski deilum sko kerfið, heldur svona meira, þú veist, sanngirnismomentið þegar að kerfinu var komið á að þá held ég að svona flestir allavega getur bara verið svona nokkur, þetta er svona frekar sanngjarnt kerfi. Það er enginn að verða, þú veist, svona einhver brjálæðislegur auðmaður í öllu þessu laxveiðikerfi. Þú veist, við þekkjum það, ég meina, skilur við, þú veist, þú átt kannski jörð sem er stór hluti af einhverju á, en þú verður ekki kannski beinlínis auðmaður á því, þú getur skilað þér eitthvað. Nei, þú ert ekki með fjárfestingafélag og byggja blokkir eitthvað staðar í Hafnarfirði, sko. Nákvæmlega. En þó að, einmitt, svo er þetta náttúrulega örfáar jarðir sem er að fá einhverjar 15, 20, 25 milljónur ári, þú veist, svona landsvísu ári, það er mjög fáar, langflestir þó í partaflottri eru kannski eiga fyrir ábörðinum eða eitthvað svona einni teneferð eða eitthvað svona. Og sama er rauninni með leigutakana, þú veist, það er engin, skiljur, leigutaka borgar bara svo hátt verið fyrir þetta, það er engin að svona algjörlega mala gull í þessum bransa heldur, þetta er svona. Já, það er mjög þunnar marginur, því að það vilja margir vera með, eins og komum nú inn á eftir. Og svo er náttúrulega þessi skylda að vera í veiðifélagi, sem er náttúrulega mjög merkileg líka, því að eftir að maður veit í Bretlandi og þá er bara alltaf aðra reglur og bakkarum og mótið þér og svo er bara skiltið þú máttu vera hérna með en ekki hér og svona. Algjörlega. Og ég held að súregla sé bæði mjög mikilvæg bara til að hámarka sko arðsemi af auðlindinni og líka mikilvæg bara til að vernda hana og stýra henni sko. Og þetta er heldur ekkert sjálfgefið, þetta kemur inn í lögin, það var skildu alltaf eitthvað svona fiskræktafélögum áður en þetta kemur inn í lögin 1970 og í dag búum við félagafrelsi og ég myndi að félagafrelsi er bara varið í stjórnarskrá, þannig að þú þarft að hafa veigamiklar svona ástæður fyrir því að skilda menn til að vera í félagi og það kemur mér bara fram í frumvarpinu sem var að félagafrelsi ákvæðin í stjórnarskrá að það var fjallað sérstaklega veiðifélög og bara það tekið sem dæmi svona undantekningu af hverju það megi skilda menn til að vera í félagi og það er raunin bara því að það er einhverjum svona hagsmunir sem verður ekki í borgin nema menn séu skikka til að vera í félagi og þeir séu meiri heldur en hagsmunir hvers og eins aðila að félaginu sko. Og náttúrulega líka gefur auðvitað leið segjum eins og það sé eitthvað faratálmi eins og bara er í norður á laxinn gengur upp á fossi upp að einhverju tímabili þá er það, þú veist, þá væri það þeirra bænda að reyna að veiða sem mest í neðri partinum áður en hann svo gengur frá þeim upp eftir eða hver var ekki þá hvatinn að stuðla fiskirækti og dýrri bygging á laxastegum og annað ef það þýðir bara laxinn hverfu frá þér og eitthvað lengra upp ána. Akkurat, og allir að fá eina stöng, þú veist, kannski með ásum 30 jarðir eða eitthvað. Já, nákvæmlega. Þú veist, landslag eitthvað allt öðruvísi í þessu. Já, þetta er margt magna fyrirkomulag og mjög merkilegt, en svo náttúrulega ertu líka með svona alls konar variasjónir á þessu, þú veist, þegar svo höldum okkur í hvern sögunni þegar þetta kemur á, þú veist, þú ert með 2 hvítár sem eru þá í Borgarfirði og svo í Árnessýslu sem er til dæmis með allt öðruvísi fyrirkomulag og svo ertu með ár sem að jafnvel eru mörg veiðifélög innan eða ekkert og þú veist, eins og stendur í lögunum þá er mönnum er skylt að hafa með sér félagskap veiði í hverju fiskikverfi. Þessi félagskapur kallast veiðifélag. Fiskikverfi það er veiðivatn eða vötn sem sami fiskistótt byggir og fer eða ætla megi og byggi og fer og þá ertu með þú veist þessa hvíta á Árnessýslu sem tekur þetta einhvern veginn alla leið og svo ertu með voða marga variationur að þessu. Já. Og þannig er unni það er ekki samræmi í þessu, það er alveg ljóst sko. Og svo erum við með það sem heita deildir innan veiðifélagi eins og tíðkast í Árnessýslunni og það er svona apparat eins og bara í Stórulaxá og Tungufljóti og slíkt sem að það sem deildirnir hafa svona ákveði sjálfræði í sínum málum en ekki kannski alveg nógu mikið allan
að þeirra mati sko. Þannig að þetta í rauninni ásikast ekki svona sögulega skýringar að öll þessu gömlu veiðifélög í Borgarfirði, þar byrjaði þetta. Þá var bara veiðifélag Norðurár elsta félagið og svo var þetta stofna Kolla, Grímsá og Þverá og þessum ám og þá náttúrulega var þetta bara minna menn voru að sýsla með þessa hagsmuni og svo þegar reglan kemur að það eigi að ná yfir fiskikverfi þá þaðan einhvern veginn kemur veiðifélag Árnesinga sko. Og svona fiskifræðingar þeir hafa viljað sjá þetta stærra til þess að þetta ná einhvern veginn yfir heildarsvæði sem að stofnin gengur á. En það var kannski, punkturinn mest svona einhvern veginn að deila með sér þessum beinu hagsmunum sem voru að nýtja honum á fiskinum frekar heldur en einhverja fiskirækt eða þá vendun eða eitthvað svoleiðis. Já, og náttúrulega þeir sem eru að standa í sko bara viðskiptunum, þeir hafa frekar vilja hafa tilhengu til að hafa félögin minni sko. Það er þessu bara einfaldlega auðveldar að ráða við þau svona viðskiptalega og taka ákvarðanir. Og maður sér það alveg hendur sér að getur verið erfitt að taka ákvarðanir á svona stórum félögum sem hagsmunir eru kannski mismunandi og jarðir allt upp í 270 eða eitthvað leys. Já, getur ímyndaðir fyrir þá sem kannski ekki þekkja, veiðifélag Árnesinga er þá Ölfusá, Hvítá og svo bara Sogið, Stóralagsá, Brúará og allar runni sprænur og lækir sem þar falla onni og sem hafa gríðalega ólíka hagsmuni og ólíka fiskistofna og það er netabóndi í Jökulá hliðin á einhverjum laxveiði í Tæruvatni í Stóralagsá og svo einhver bleikjukalli í Brúará, þetta er ekkit augljóst að þetta eigi endilega vel saman í einhver risastóru félagi með mörghundur félagsmenn. Nei. Og það, svona félag það náttúrulega gera sér eins og önnur félag, bara nýtingar á allun en ákvarðanir, stóra ákvarðanir er teknar á grundvelli félagsins. Það sem er einmitt 270 atkvæði, 270 jarðir. Það er bara íþróttahús og Selfossi bara að það er aðalfundur eða? Í rauninni sko. Þannig að það, eins og segja, það er misræmi þessu og það er alveg komið til tals að hvort það þurfi svona einhvern veginn að leiðrétta það en það er engin svona ein augljós leið í því. Ég held að þetta fyrir allar sem ekki vilja fara í eina átt og félaginu Borgarfirði myndi kannski ekki endilega vilja sameinast sko. Ok, en ef að einhver til dæmis bara landeigandi í Hvítá í Borgarfirði, ef að hann bara krefst þess að sumarbústaðjörnin sín sem eru 10 metrar af öðrum bakka í Hvítá, að það veri bara sett inn veiðifélag fyrir bara eins og lögin kveði á, eiga þeir sér einhverjar miklar varnir gegn þessum lögum sem að standa nú svona nokkurn veginn svart á hvítu. Það var einhvers bara áhvert að sjá hvað þú kemur þá beinni til Fiskistofu hvað hann er gert sko. Já, því að nú eru líka á þess að fara að baka þér eitthvað vandræðikunar þá er augljóst dæmi sem er Laxá í Aðaldal, Reykjadalsá og Mýrakvísl sem er ekki í einhverju einu veiðifélagi og hefur svolítið verið púsluspil, það hefur bara verið teknir, Laxamýri var þá eitt svæði og svo efra svæði Nes og svo öll svæðin þar fyrir ofan upp að stíplu og jafnvel meira verið að halda í eitthvað völd yfir veiðinni frekar en eitthvað annað og hagsmunir þeirra sem að eiga laxinn kannski augljóslega betur borgi í núverandi fyrirkomulegi en hagsmunir þeirra sem eiga minna kannski augljóslega verðborgið. Ef að maður væri bóndi á Sigrafjalli getur maður ekki krafist þess að þetta er sett í veiðifélag og það þurfti að taka það alvarlega. Ég skal ekki segja sko. Þetta er náttúrulega líka, það sem kemur líka inn í svona mál er náttúrulega, það er löng saga og menn hafa til dæmis eins og í Aldalinn verið að gera þetta svona alveg lengi. Mjög lengi, það var kistuveiði og allt þarna löngu áður en að stanguðin byrjaði. Og það er það sem getur skipt máli þegar hlutir eru skoðaðir sko. Hefðaréttur og en það væri náttúrulega augljóslega betra ef að lögin væri, ef að framkvæmd lagana væri samræmd sko. Alveg sammála því í hvora áttina sem það síðan færi sko. Menn getur orðið á greinlæk eða dæmin eru mjög mörg Haukadalsá í Dölum, Haukadalsvatn, Efri Haukadalsá Þverá, það er einhvern veginn fullt af svona sko brotalum. Vissulega, og mín skoðun er svo að já sko ég held að of stórar einingar, þó það getur vissulega verið, þegar út með svona ákveð kerfi eins og bara Hvítá, Ölfusá og allar átnasar inn í hana og í Borgarfirðinum, þetta er rosalega stór kerfi að hafa eitthvað svona samráðsvettvang þá held ég að sko
þú veist að því ég hef líka verið í veiðileyfasölu og þannig skil svona, þú veist, kannski þann brans á ákvörðunartöku veiðifélaga og þessa keðju að þú veist, með of stór kerfi þá verðaðu bara einfallega erfiðari rekstri og þunglamanleg og erfiðari. Já, ákvörðunartaka verður erfiðari og þú ert bara með þeim, þú segir bara, þú ert með netabónda í Jökulvatni og þú ert með bónda sem á bara toppklass, bara þjónustu laxveið á að taka ákvarðanir, þú veist, innan sama félagsins. Þetta þú veist, það getur alveg skapa vandræði, sko. Hvernig þetta eins og í Árnessýslunni? Þetta nú kannski meira bara svona til forvitnis fyrir okkur leikmenn og þá sem er að hlusta, sem bara, þegar mér finnst þetta allan fornilegt að skilja þetta eins betur. Þegar nú eru deildir innan þeirra, það er bara brúardeild og það er stóralaxadeild og sogsdeild og allt þetta. Segjum, nú verið að byggja nýtt veiðhús í Stóralaxá. Segjum bara hypothetical að það sé verið að byggja veiðhús í Stóralaxá til þess að þetta er betra. Þú veist, er það ákveðin deild, Stóralaxár deildar eða þarf að setja netabóndan inn í það mál líka? Ég held að hefð skapast fyrir því þarna, svoleiðis ákvarðanir eru ákvarðanir deildana, en eins og það er allar ákvarðanir nýting og nýtingaráætlunina, það er ákvörðun félagsins. Félagið tekur ákvörðun nýtingaráætlunina og það er alveg veiðdaga og veiðtíma og allt slíkt, sko, og veið að sleppa og allt þetta. Þannig að, en sko, ég er bara ekki með 100% á hreinu en ég get ekki ímyndað mér að þú þurfur að bera sko byggingu veiðhússins undir Það hljóta að vera svona mestulit allavega fjárhagslega aðskildar hvort öðru sko. Já. Þetta er áhugavert og svo náttúrulega kemur að þessari þú veist hvernig ákvarðantaka er inn í veiðifélagi sem er náttúrulega stórmerkilegt fyrirbreiði líka að svona í grunninn þá þú kannski útskýra betur en ég alveg merkileg regla þú veist og er þver öfug við kannski ákvarðanatöku í eins og við þekkjum í félögum, hlutafélögum og slíku er að bara ein jörð fer með eitt atkvæði og það er grunnreglan þannig kannski með 10 jarðir sem eiga á saman en ein á jafnvel alveg 40% en öll og einhver á bara 1% en öll atkvæðin í ákvarðanatökunni hafa í sama vægið sko. Þannig og þetta er vissulega undantekningar á þessu ef það er að vera ráðast í stórar fjárfestingar að þá fara sko atkvæðin eftir arðskráni en ekki eftir jörðunum. Þetta er eitthvað sem að margir kannski hafa ekki átt sig alveg á þú veist, við höfum alltaf heyrt þetta ein jörð, eitt atkvæði klásu sko og hún sé alveg meitlu í stein og þú veist það er sama þó þeir þú veist 90% áni og ef það eru 3 sem eiga þessi 10 þú veist þá ertu svona nokkurn veginn valdarlausnum bara með 25% atkvæðana en með svona allar stærri ákvarðanir sem að varða fjárhagslega framtíð veiðifélagsins það kemur þá til þessar arðskrár ákvarðanatöku. Já. Ef þú ert að ráðast í byggingu húsa og slíkt að þá er rauninni ákvarðan sem að minnir séu 25% tekjum félagsins á ári að þá getur rauninni kallað það fram að hún sé byggð á arðskrá og það er svona og auðvitað að hafa hvað maður að segja, svona stærri eigendur eða þeir sem hafa mikill hagsmuna eða stórir inn í arðskráni, þeir hafa alveg viljað sjá það sé fleiri ákvarðanir sem að þeir geti sett í raun undir þetta system eins og bara með ákveða hver hvert á að lega veiðrétt og slíkt sko, sem er náttúrulega mjög mikilvæg ákvörðun fyrir félagið í rauninni jafnvel svo mikilvægast að bara hvað kostar veiðrétturinn, það getur jafnvel verið mikilvægar ákvörðun heldur en að byggja hús, þetta er náttúrulega tekið félagsins. En þú veist, það er náttúrulega ýmsir varnagla líka, þú veist að þetta með eins og þú sagði mér hérna þegar við vorum að spjalla á hana að þú veist að ráðstafa veiðréttar til tengdra aðila það krefst 75% eða 2/3 meirihluta atkvæða og er þá til þess að tryggja væntanlega að ef ég ætti eitthvað að ég myndi ekki bara leigja mér ána á 1000 kall skilur. Vissulega. En þá eru við alltaf ennþá að tala áfram atkvæðin sko, einjörð eitt atkvæði þau atkvæði sko. Þannig að það er vissulega minnilegt að vendi því að ef þú ert að ráðstafa veiðrétt þá þarftu 2/3 atkvæða en það er ekki þessi arðskrár atkvæði sko. Þú veist að þeir sem hafa mestu fjárhagslega hagsmuni innan félagana þeir hafa alveg, þú veist
vilja fara þoka sér þá átt að þeir hafi meira þetta að segja, en svona sögulega hefur þetta alveg verið mikilvægt fyrir svona verndun minnihlutans og ákvarðanatökuna að það fylgi hverju jörð eitt atkvæði. Birgir, við erum mikið búin að pæla í svona þessum chest packs, fanny packs, öllu þessu dóti, hvernig best að geima við þetta með sér á bakkanum. Ég mikið hlegið að ykkur strákurum með 12 lítra töskunnar mittið. Það eru aðeinslegar. Sko, ég kíkti upp í veiðflugur, langt svo ég. Þeir eru með heldur betur úrval að þessu. Og ég lendi mér í, það komið nýr svona klippon-póki frá Patagonia. Svona framan á vöðlur. Framan á vöðlunar. Það þekki allir hann litla, ekki snild. Það komið aðeins stærri. Svona stærra workstation. Já, ég held að fyrir mér svona mínimalista þess að mig sé það perfect landing, en svo það náttúrulega alltaf ótrúlega juicy þessar fishpond töskur, hvort sem það slingpack eða mittis eða chest, bara hvað sem ykkur hendar, þeir eru með þetta alltaf langalt sveirum. Já, kikið við flugur, þeir eru með eitthvað fyrir ykkur. Svo það alltaf sami söngurinn sem verður aldrei þreytt. Við þurfum að axla ábyrgð, við sem erum að tróða þessum dýrindispokum í varnar á okkar. Já, bakkið beint í vasan, ekki að bakkan. Ekki skilja bakkið eftir á bakkanum. Lúpin fer aftur í dósina, það er hólf fyrir þetta þarna og þeir hjá loopmerge.is langar sérstaklega minn á þetta, endilega kíkja þarna inn og nælið ykkur eitthvað fallegt. Nú einmitt, þetta eru svona líka einhver minnhlutavend eins og þú segir og og nú eru staðreyndin svo að við erum ekki alltaf að tala bændur í þessu í dag, sko. Þetta er náttúrulega margir sem hafa seilst í þessar jarðir, við höfum dæmum Radcliffe sem er mjög umfangsmikill í þessu og svo náttúrulega víðar sem kannski bæði íslíkar og útlíkar og svo svona heyrist manni að þetta sé bara að verða jafnvel meira þetta og þá erum við að tala að það er kannski aðilar sem eru stórir inn í veiðifélögum sem að hafa byggja ekki lífsviði verið að setja á beint arði eða öðru og gætu þá stefnt veiðifélagin í ærin kostnað eða uppbyggingu, bæði með veiðhúsum, vegagerð, fiskivegagerð og svona þetta myndi þá grípa einhverju leitið þarna inn í. Já, í rauninni. Takmarkar þetta svona áhrif stóra aðalein í félögunum og svo náttúrulega líka búið að takmarka það einhverju leitið hversu stórir aðalar bara geta orðið í söfnun jarða hér á landi, sko. Þannig að þetta er svona gert, já. Því það er náttúrulega alveg svona mikilvæga þáttur í öllu þessu kerfi þó að sko kannski verndun laxins og verndun svo stofna sé mjög mikilvæga þáttur, þá er líka alveg mikilvæga þáttur að tekjurnar svona renni til byggðana og þannig að það er einhvern veginn safnist ekkit endilega að fara á hendur og slíkt, sko. Já, ég meina þetta er allt saman rosalega forunilegt finnst mér, sko. En þetta er ekki gallarust kerfi þó að þú veist það með ímislegt segja þetta þetta er ekki gallarust kerfi en ég hef samt þá trú að ef við berum okkur saman við nágrannalöndina að við búum við betra kerfi. Já, ég held ég sé nokkuð sammálaðir þar, sko. Já. Og svo er náttúrulega búið að tvíka þetta til núna eftir svona, þú veist, menn sáu hvað gæti mögulega gerst með stórfelldum jarðauppkaupum og tryggja betur þessa minnihlutavend. En svo náttúrulega kemur að þessu að þú veist, nú erum við búin að sjá nokkur útboð á laxveiðám undanfarin 2-3 ár eins og það er Rangár útboðið, það er Laxveiði Leir, það er Víðdalsá nú síðast. Hvernig, þú veist, fer svona fram, nú heyrir maður alltaf, þú veist, fyrir leikmann bara skjöl eru afhent, hvað er í þessum skjölum, hvernig virkar svona, nokkuð nefn bara frá aðtilu út frá Já, útboðsgögnin. Nei, bara út frá veiðifélaginu, þú veist, það þarf einhverja samþykkt og Veiðifélög eru oft með kannski langa samninga og búin að vera löngu samningssambandi við einn aðila og það er alveg þekkt að það haldi bara áfram, tekki bara 10 ár og bara endursemji og alls konar. En stundum kannski vilja menn annarkvort breyta til eða bara hafa tilfinninguna að það geti mögulega fengið meira fyrir vöruna sína. Þá leita þær í þetta sem er útboð, sem er ágætisleið til þess að bara svona þreifa á markanum og sjá hvað menn eru til að borga. Og
það er kannski svona miðskilingur hjá sumum að það gildi eitthvað mjög stífa reglur þetta. Þetta ekki, við erum ekki að tala eitthvað útboð, eitthvað svo opinbers aðiláninu heldur, þetta bara svona frekar almenna reglur útboð og lögum framkvæmd útboð sem ekkert sérstaklega stífar, en þar útboðum skipt bara í almenn útboð sem kannski svona algengasta leiðin í þessu. Þá sér þetta bara sem við þekkjum, bara auglýsingu í blaðinu. Óskarétti tilboðum veiðirétti 5 ára. Allir með að taka þátt. Og svo hitt sem svona loka útboð og hefur alveg þekkst líka, ég man ekki, það var eitthvað dæmi ekkert fyrir löngu. Hítará. Já, var ekki svo leiðis. Þá er aðeila bara valdir til að taka þátt í útboðinu og það er aðeins öðruvísi, það er aðeins svona þyngri kröfur í því. Þá ætlum lögin segja þá verður að taka hagstæðasta tilboðinu ef þú ert með lokað útboð en í báðum þessum tilvikum það máttu taka tilboði eða bara hafna öllum. Ok, en segjum að þú farir í lokað útboð og þú verður að taka hagstæðast tilboðinu. En ok, og skilmálar útboðsins eru, þeir eru alltaf skýrir á það vegu að það er tilgetið fjölda veiða eða veiðtímabilið skilgreint, það er fjöldi stanga og hvaða agn og jafnvel farið í að það verða að vera við að sleppa eða þessi kvóti, þeir hlaða bara inn þeim skilmálum sem þeir vilja hafa. Akkurat. Svo kemur eitthvað tilboð, það kemur tilboð frá þér 30 milljónir sem er svona, eitthvað ásættalegt verð, svo kemur tilboð frá mér upp á 40 milljónir og innan allar ramma sem eru settir í skilunum þessar lokaða útboðs. En ég er samt ekki borgunamaður, þeir metta þess að þeir eru miklu líklegir til þess að fá allan þessar 30 milljónir frá þér, heldur nú nokkuð tíma að fá þessar 40 milljónir frá mér. Eru þeir þá bara skuldbundin til þess að taka mínu boði bara því ég segist alltaf borga þeim 40 milljónir? Nei, það sem þeir eru að gera, orðalagan er þetta þessi hagstæðasta tilboði. Ef þetta væri almennt útboð, þá getur það sagt bara, nei, Sigþór er aldrei að fara að borga þetta, bara semju Gunnar og þar endar það. Ef þetta er lokað útboð hins vegar, þá þurfa það að skila greinagerð til allar sem taka þátt í útboðinu, af hverju þeir taka mínu tilboði og af hverju þeir meta það sem hagstæðast. Og auðvitað þarf að rökstyðja það sérstaklega vel, ef að krónutalan þín er betri heldur en mín, það þarf að rökstyðja sérstaklega vel af hverju mitt tilboð er hagstæðast. Ég getur bara sagt, hann er bara með sölusíður og sölukanala og rökstyðja þannig. Viðskiptavild og alls konar svoleiðis, og betri tryggingar eða hvað það nú er. En það geta alveg komið upp tilvik þar sem að þeim bara tekst það ekki og þá hefur þú alveg tilkall til þess að krefja veiðifélagum skaðabætur. Bæði, kannski algengara í svona útboðspælingum að þú myndir fá skaðabætur bara fyrir útlæðan kostnað. Eins og við vitum það kostar að taka þátt í þessum útboðum, alls konar ferðir og útreikningar og getur tekið marga daga að gera það. En menn hafa líka, kannski reyndar ekki í veiðiheiminum, en menn hafa líka verið dæmdi bara til þess að greiða skapætu vegna missis vænt sagnaðar. Það er náttúrulega mjög erfitt fyrir veiðifélag að þurfa að gera það að greiða 2. Já, en það er til í dæminu, en ekki kannski í veiðibransanum. Meira eitthvað fræðilegu möguleiki. Já, fræðilegu möguleiki. En það er en hins vegar þetta er rosalega opið þegar almenn útboð er ræða. Þú getur í rauninni þú getur bara hafnað öllum tilboðum og svo er svona óljóst hvað, tengingin við það sem síðan gerist í framhaldinu við svo útboðið sjálft, það getur oft verið svona erfitt moment, en auðvitað mega þeir sem að fara út í það að taka þátt í útboðum, þeir mega treysta því að það sé allir séu að meina það sem þeir eru að segja, í góðri trú. Þannig að þú vilt ekkert bara vera fyrstulega búin að koma með alls konar hugmyndir og leggja í alls konar vinnu útreikninga og ferðir hinga og þangað. Jafnvel að fara á fundi með veiðifélaginu, presentera þína markasetningu og láta hendi gögn og annað. Já, eitthvað svo leiðist það er eiginlega ekki að treyst í að þetta sé útboð allra í góðri trú og ég held nú að það sé svona, þó maður þekki nú ýmsu sögur frá því gamla daga, þar sem að að fari allavegna með þessar reglur, þá held ég að þetta sé allavegna orðið aðeins betri í dag. Já, maður har heyrt alls konar að það sé verið að præstjekka og svo einhverjum völdum bóða að jafna og eitthvað svona Já, það er svona, ég held að það var nú mikið tíðkast en áður að umslögin voru opnuð og svo var bara talað um menn og hvað menn voru tilbúin að gera og slíkt en ég held að sé nú minnum það vonandi í dag Það er náttúrulega einhvern veginn þegar þessar flestar allavega, þó hún sé dæmum alls konar vinnubröði þessu í nýlegum útboðum líka, sem að jafnvel var ekki
fullnægjandi umboð til frá veiðifélagi og alls konar svona eitthvað kúrika hátur þá þú veist það oft ef það verið að bjóða út einhverja stóra lagsveiða með miklum hagsmunum það bara fengið lögmannsstofa til þess að sjá alla framkvæmda þessu og ég man eftir einu útboði sem ég tók þátt í þá mætti maður með sitt tilboð í umslagi afhendi það á skrifstofu þessari lögmannsstofu, þar var það innsiglað svo rennur tilboðsfresturinn út þá var boðaður eitthvað fundur tilboðið opnuð, þar mætti þeir sem átti þessu tilboð, þar var innsiglir rofið og lesið upp fyrir í allra viðvist sem náttúrulega eitthvað sem svona textbook ideal sko. Og þetta það hagsmunir veiðifélaga að þessi traust í þessum málum sko. Þetta ekki svo margir aðilar það ekki rosalega margir aðilar á markanum í legutaka-bransanum og veiðifélag vilja ekkert einhvern veginn brenna sig gagnvart þessum aðilum þannig að ætti allir að vera að starfa eftir einhverju svona faglegu ferli sko. En þeir hafa náttúrulega alltaf þennan varnagla að þeir geta alltaf hafnað öllum boðum í þessum almennu útboðum og bara gengt til samninga hvert sem Já, í rauninni getur það alltaf orðið niðurstaðan það bara þannig annars sem ég langaði að spyrja út í því að nú var verið í, ég veit nú ekki einu svona hvort sé búið, en það var svona verið að skoða þjóðlendur og annað og mikið af þessum réttindum, jafnvel bara mjög arðsöm réttindi sem að bændur eða landeigendur að fá af laxveiði ekki beint á þeirra landi, heldur á afrétt. Hvernig verður svona til? Það er mjög sérstæði. Það ekki alveg söguna sko, í rauninni sko, hvenær þessi regla verið fyrst til, hvort það komin ekki inn í lögin ímyndaði með 1970 en ég vil ekki fullera neitt það. En það rauninni þannig og þetta kannski svona grundvallar munurinn í kerfi hér og kerfi annars staðar. Það alltaf einhver aðili sem á veiðiréttin. Og þegar maður að selja þetta útlendingum þá maður að útskýra þetta. Það alltaf einhver aðili sem á veiðiréttin og þú þarft að kaupa þannig veiðileyfi af honum. Og í lögunum það bara þannig að Íslenska ríkið á veiðiréttin í þjóðlendum þó með þeirri undirtekningu að þar sem menn hafa verið í rauninni að bara rekka sauðfé upp á hálendi og það til svona afrækstarfélög þá fara þau afrækstarfélög með fara í rauninni þessir aðilar, þessir menn og svo afrækstarfélögin í kjölfarið með þennan veiðirétt sko. Og það, þú veist, hvað sem má segja það svona sérstök regla, þá það bara þannig í dag og í mánu eftir að komið alls konar svona umræðum þetta eins og veiðitellinni og menn alveg æfir að ég meina þegar við vorum litlir einhverju vilja fara í þjóðnýtingu? Já, fara í þjóðnýtingu og þegar við vorum litlir þá fórum við bara upp á hálendi og við veitum þegar maður komin út í óbyggðir skilur við, auðvitað ekki kannski á Arnarvatnsseiði og í Veiðivötnum en heldur svona þessu minna þekktu svæðum. En samt sko einhver liti sambarilegt, ég meina Arnarvatnsseiði og Veiðivötn eru á afrétti. Já, og það eitthvað sem fer með þennan veiðrétt, það eitthvað sem að þú veist bara handhafað þessara veiðréttar sem býr bara eitthvað staðar á hellu eða eitthvað og á eitthvað skika þar en hann á veiðrétt í Veiðivötnum. Og í þessari sko umræði þegar auðvitað hefur komið oft upp umræði verð veiðilefa og hækkunar þeim og sérstaklega kannski þegar í tengslu við að svona leigutakar hafa verið að leigja þessari hálendisár og þessari hálendisvötn. En þá, þú veist, þá þessi misklingur, þetta sé eitthvað svona bara sameign þjóðarinnar. Það uppstöðulón sem verður til við virkjum frá landsvirkjun sé bara einhvers konar sameign þjóðarinnar. Já. Það reyndar alveg sér kapitúli uppstöðulón landsvirkjunar sem náttúrulega mjög áhugavert að þessi umræðu líka sprottið upp og hún í rauninni alveg snargalin. Getur elaborate, minnst þetta bara því meira nýst í betrakunni sko. Ég reyndar sko, það alveg ekkert slæm hugmynd, það bara ríki færa með eitthvað veiðrétt. En þú veist, það þyrfti þá einhvern veginn að vinda ofan af þessu kerfi sem í dag og að greiða eitthvað bætur og ríki færi með eitthvað veiðrétt og við mættum allir veiða þar. Það bara alls ekkert slæm hugmynd. Og til dæmis, ég veit ekki hvenar í sögunni hefði þurft að taka þá ákvörðun að ríki bara færi með veiðréttin í þjóðlendum. Það, þú veist, það hefði verið eitthvað en það er kannski flókið að vinda ofan í dag en það er alveg hægt. En þessi pælingum að Landsvirkjun fyrirtæki, eitthvað OHF sem að færi leyfi til þess að gera stíplu ykkur á, gott og vel, stíplar þess á, þar verður til uppistöðulón á veiðirétt sem einhver annar á innans hverfur og að verður til uppistöðulón og allt í einu á Landsvirkjun veiðiréttin í því uppistöðulóni.
fyrirtæki sem á ekkert landarna, á engan rétt, var bara að byggja stíplu og þetta, maður hefur heyrt þessu fleikt og þetta náttúrulega mjög sérstök pæling sko. Algjörlega, ég meina það var eitthvað sem átti ána sem var stípluð. Já, vissulega og það hefði kannski væri alveg svona valid pæling á einhverju tímapunkti hefði það verið ákveðið að ríkið ætti bara allan að veðrétt sko. Þá væri allan að meður eitthvað svona aðgang að svona ekki oft alls konar eignarnám og eitthvað sem fer fram í kringu svona stíplur og framkvæmdir? Jú, og hann að skilur að það bara geta verið ákvörðin einhverju tíma að hann að ríki færi með þessa allan að veðrétt á þjóðlandi. Það væri alveg áhugavert, en það ekki þannig bara. Og svo náttúrulega eru líka sveitafélög sem að koma svona, ég meina Varmá stórun hluta augljóslega í eigu Hveragerðis, Elliðárnar í eigu Reykjavíkur og Orkuveitunar og alls konar svona, það væri kannski ekki rosalega mikið mál að sitja upp eina heimasíða sem sætt bara allir íbúar Reykjavíkur getur sótt veðleyfi með rafrænum skilríkjum í Elliðárnum og bara fengir rukkun í heimbóka. Akkurat. Það allt hægt í þessu, þetta allt ákvarðanir sem við höfum tekið tíðina, sko. Þannig að, en auðvitað, segjum svo að öll veiði í þjóðlendum í þjóðnýtt, þá þyrfti náttúrulega að setja peninga í það að halda utanum það, því þá erum við konum í rauninni bara kerfi sem við vorum að tala á þann í Bandaríkjunum og við sér það í hendi að menn var alveg frekar fljótir að ryksu upp köldukvísl og þessar ár af stofninum, sko. Já, svo getur þú hort á bara eins og svo Kjarrá í Borgarfirði, hún alltaf afrétt, þessi efri partur að þvera og hún rauninni eigu 3 jarða sem í Hvítársíðu og sjá aldrei þess að út glugganum sér það svo leiðis, hún rauninni bara öðrum dal, segjum ef að þessi 3 bæir myndi allt í hennu missa þennan veiðirétt, eru skaðabætur eða það náttúrulega komin hefð fyrir þessu. Já, ég meina þyrfti náttúrulega komið eitthvað bætu fyrir. Já. Það væri alveg þannig, sko. Bara verðmæti í jarðana myndi hrynja og þetta allan mjög flóki mál, segir maður fyrir sér. Já, og þá erum við líka alltaf komin bara það, erum við ekki þó að íslenski veiðmenn sjálfsögðu geta haft skoðanir á því hvað veiðileyfi kosta. Ég skil það manna best. En þá erum við líka komin í það að við erum komin út úr þessu kerfi sem við höfum einhvern veginn sett okkur upp og hefur bæði gert það verkum að þessi stofnar eru mörgleiti sterkari heldur en í nágrannalöndum okkar og að við erum að fá meira í þjóðarbúið, í kassan heldur en nágrannalöndin. Og náttúrulega þessum veiðifélögum líka ekki alveg frjálst að ráðstafa veiðiréttinum bara eins og þau vilja, þau geta ekki selt ótakmarka magna stöngum eða þau geta ekki veitt umfram daga, þannig að það svona líka annað kerfi sem að grípur þetta sem eru þá var Fiskistofa, ég veit ekki hvað það heitir í dag, sem að ákvarða þá hvað má veiða marga stangir í Laxá í Kjós og hvað má veiða marga daga og allt þetta. Já, veiðifélögin ákveða það í dag sjálf, þetta var veiðimálstofnun en nú ákveða veiðifélögin það, en það er lagt fyrir nýtingaráætlanir og lagðar fyrir annað Fiskistofu. Ok, við erum búin að koma með þetta á nýtingaráætlun nokkuð núna. Hvað er nýtingaráætlun? Það er rauninni bara eitt af þessum plöggu sem að veiðifélög þurfa að gera og er eitt af verkefni veiðifélag samkvæmt lögum meðal annars að gera arðskrá og gera nýtingaráætlun og nýtingaráætlun bara segir til hversu margar daga við ætlum að veiða, hversu margar stangir og bara hvernig við ætlum að nýta þennan laxastofn. Það þarf alltaf að vera eða stofnsilunga. Það þarf alltaf að vera í samræmi við bara lög og í samræmi við svona markmið lagana sjálfbæra nýtingu og slíkt. Og þetta þarf samþykkið þá hjá Hafrannsóknastofnun? Já, Fiskistofu. Og þetta er eitthvað sem að veiðifélögin að sinna. Maður er oft heyrt að þau að vera með þetta, þau þurfa vantilega að vera með eitthvað fiskiræktar áætlun eða eitthvað leiðis. Og þessi víða pottibrotin í svona skilum á þessum öllu saman. Já, varandi samþykktir og arðskrá, þá hefur Fiskistofa farið í svona átak í að fá þetta bara í gegn því eins og við vitum þá eru veiðifélög mjög mismunandi að stærð, en auðvitað í stórum veiðifélögum sem eru miklu hagsmunir, þá er þetta náttúrulega lykil plögg allt saman, samþykktir á arðskráin og þetta er alltaf verið á hreinu, en það er kannski minni veiðifélög, Laxá í Hvammsveit og eitthvað sem þessum menn eru kannski ekki mikið að funda og það fyrir ekki mikil tími í þetta, skilur við. En Fiskistofa hefur farið í átak, sendir mönnum bara svona template samþykktir og þetta bara fyllin í nöfn og svona
Þannig að þetta til á flestu stöðum, en þetta eru sennilega veiðfélög sem að kannski uppfæra ekki nýtingar áætlanir eins oft og það ætti að gera samkvæmt lögum, sko. Nei, og kannski líka einhver leiti formsætri hvort að Laxá í Hvammsveit sé, þú veist, það er vantarlega bara 1. júlí til 30. september, 2 stangir eða eitthvað svona. Hagsmunir eru bara þannig, þó að menn hafa reynt að gera mikið úr þeim, sko. Já, vissilega hafa reynt að gera mikið úr þeim. En annað forriðinlegt sem er náttúrulega lykilatriði í þessu öll saman, það er þessar blessu arðskrár. Já. Hvernig verður þetta til og hvað eru þeir þættir sem að spila inn í hvort að þú færð 10%, 15% eða 20% í svona arðskrá fyrir þína jörð? Það er náttúrulega veiðifélag í rauninni, veiðifélag setur sér arðskrá og má bara setja sér arðskrá. Og ég get í rauninni þess vegna að ég með veiðifélag sagt bara, heyrðu, að fundi gerum hana bara svona 10, 5 eitthvað % og allir eru sammála því. En hins vegar er það náttúrulega ekki svo einfalt og það er þá náttúrulega eitthvað sem vill að hún sé gerð properly og það er þannig að það er fengin matsnefnd sem fyrir það að taka út ána og leggja mat á verðmæti, bara allara jarðana, hversu stóra hlut þau í heildarfélaginu og þá eru þættir eins og veiði náttúrulega og bakkalengd mikilvæg þættir og bara búsetuskilyrði segða og bara hvar hrygningin er eiga sér stað. Allt er þetta þættir sem koma inn í matið og svo eru líka er talað við jarðareigendur og þeir geta komið með athugasemdir það, þú veist, af hverju telja eitthvað sjónarmið við, þú veist, sem að gera þeirra jörð verðmætari en ekki og þetta tekur matsemdin og býr til í rauninni heildarmat og metur hvernig á skipta ánið samkvæmt arðskrá og þannig verður arðskráin í rauninni til, sko. Og er breytileg, hún getur verið breytileg eftir, það getur komið nýja arðskrá síðar ef að veiðin hefur færst ofar að neður í ána og það getur verið breyting af henni. Já, segjum að ég sé aðli í veiðifélagi, það er arðskrá nema mér finnst eitthvað, þú veist, ég er að fá 10% en ég vil menna að ég er að fá 20% eða allavega meira en hans ég er að fá. Hvað þarf ég mikið vægin að veiðifélags til að geta farið fram á bara nýja arðskrá? Því að nú er þetta mjög kostnaðarsamt, veit ég, og hefur enda svona liggur við í gerðardómi að fá nýja arðskrá. Hvernig er þetta auðvelt? Er þetta 2/3? Hvernig fer þetta fram? Þetta er smá vikandmál. Þetta er vikandmál, já. Þú þarft í rauninni bara að biðja arðskrá. Það þarf í rauninni bara einn að biðja að fá nýja arðskrá, sko. Og hann getur gert það, held ég, minnir örugglega 8 ára fresti. Þannig að 8 ára fresti er nú einn biðjun í arðskrá til þess að félagi sér unni skylda til að taka þau. Já. Og það er já, ég meina að getur hlaupið á 20 miljónum að láta gera nýja arðskrá, sko. Þannig að þetta eru líffræðingar og verkfræðingar og alls konar sem koma ofta að þessu, sko. Já, þannig að þetta er já, ég veit ekki alveg hvað að segja þetta mál. Er ekki oft líka svona kannski ef það eru deilur arðinn og það er ákveða að fara í nýtt arðmat búið að ákveða að una niðurstöðu svona nokkurs konar gerðardómur þá, þú veist, niðurstöða þessar nefndar sem allir eru sáttið með hver sem hún verður við unum henni þá í þessi 8 ár eða? Ég átt að meina að sleppa menn unum alltaf bara matinu sem að matsnefndin kemur með, sko. Er það, þú veist, þeir eru alveg bundnir af því, það er ekkert kosið arðskrá eða segjum það kemur arðskrá sem dreifur arðinum einhvern veginn, hún er ekki lögð fyrir veiðifélag, hún samþýtti að hafna, það er bara, þetta er arðskráin alltaf. Nei, veiðifélag þarf að samþykkjana. Veiðifélag þarf vissulega samþykkjana. En þú veist, skilur, það er, já, ég náttúrulega bara, væri ekki minni tilvík þar sem að það hefði ekki gerst, sko, að veiðifélag hefði samþykkt arðskrána. En veiðifélag alltaf setur sér arðskrána, hún getur auðvitað, veiðifélag ef allir samþykkja getur alveg breytt arðskráni. Og reyndar þegar við erum að tala þetta þá kemur í hugan eitt dæmi sem að var gerð ný arðskrá og bakkalengd eins aðila var stytt og menn voru nú svona sammála það að það væri kannski ekki sanngjarnt og ætluðu mögulega að breyta tilbaka, sko, í gömlu. Okay. Þannig að þetta getur, menn geta alveg ákveðið þetta náttúrulega sína milli, sko. En yfirleitt er þetta náttúrulega bara þannig að matsemdi gerir arðskrána, eða leggur fyrir arðskrána og hún er samþykkt inn af veiðifélagsins, sko. Maður sæði fyrir sér út því að ofti eru mjög skipta skoðanir í þessum veiðifélögum hjá umbjóðendunum og mikil pólitík og
og náttúrulega mikla hagsmuni líka að einhvern veginn allt sem hægt væri að rífast sér hrifist en það verðist kannski ekki vera að það er að kemur þessu eða? Nei, jú, ég meina ef þú lest þarna svona matskerðir og ég sérstaklega input sko þarna hvað ég segja, þarna veiðréttarhafa þá náttúrulega, jú, eru menn að týna alveg alls konar til, þú veist, það sé nú algengt að þú veist, þessi sett í fiska hérna á mínu stað en svo ekkert bókað, þú veist, og hérna þú veist, þá eru menn með eitthvað skoðanar á því að þú veist, eitthvað nýr stað orðin til en hann sé, þú veist, ekki komið nafn eða númer og þú veist, það sé alltaf að vera bókað á staðin fyrir niðan, það getur skipt máli það til kannski komið 20 fiska og hann á þína jörð sem er alltaf bókaðir á næstu jörð fyrir niðan. Já, það getur alveg haft vægi. Svo maður heyrt deilur eins og þú veist að hérna bara svona inn í veiðfélum því að þetta eru alls konar deilur að aðgengi að mínusvæði sé svo lélegt, það væri meiri veiði eða það væri bætt þá fengi ég meira en hérna ég næði ekki 2/3 samþykki eða eitthvað til þess að fara í vegaframkvæmdir í veiðfélaginu, skilur þetta alls og þetta er líka varandi svona svæði, þetta er alveg relevant þú veist, eins og við þekkjum, þá eru þarna getur svæðaskiptingar verið alls konar og þarna ég veiði nú árlega alltaf í einni á það sem að okkur er ekki heimilt að breyta svæðum og það er á sig bara grunni því að þú veist landeigendur vilja að álaginu sé dreift og þú veiðir á þú veist, í þeirra veiðistöðum meira sko, þannig að myndi maður kannski stilla þetta af en svo veiðum líki á með sem að svæðum er bara breynt eftir henduleika eftir hver fiskurinn er hverju sinni til þess að hámarka þá veiðina heildarveiðina sko þannig að þú veist maður sæli fyrir sér eins og til dæmis í Hofsá ekki það að þessi áin sem ég var að tala um en þar til dæmis eru svæðin först gera það verkum að það er bara gegnum september að vera að veiða á 6 og 7 sem væri kannski miklu minna ef þú verður bara eitthvað krukk í svæðinu Já, fjölmörg dæmi svona ár líka urriðasvæðin í Þingeyjarsýslu hérna bæði nýra Laxárdal og Mývatnssveit þau eru bara alltaf eins og ekki Jú, það er bara, svæðin heita ekki einu svona númerum, þau heita bara eftir jörðunum, skilur, og það eru 2 stangir á þessu svæði og 3 á þessu og eitthvað svona. Og þú rærir ekkert í því, þó að önnur séu betri síðsumar og önnur fyrrsumar, sko. Það er bara, þú mæti bara á ferð þinn ring, sko. Já, ég meina það sem ég var að gæta í Leirásveitinni, það voru bara, þú veist, það er alltaf margar stangir, en það voru kannski bara 4 stangir á svæði sem að, þú veist, var bara hálfstöng á síðan í september, sko. 4 stangir í hérna júlí sko. Þetta er alltaf mjög þægilegt og hámarkar væntanlega þar sem eru leiðsumenn og svona þá hámarkar þetta nýtinguna heilt yfir og þetta jafnast út ég held að þú veist landeigendur kannski ekki treysta því ekki alveg en þetta er alltaf markmið þeirra sem er að veiða hámarka nýtinguna ánni hverju sinni sko en hvað eru svona því að nú get ég ímyndað mér að það komi ýmislegt upp. Hvað eru svona algeng vandamál við þetta veiðifélaga fyrirkomulag sem að koma til dæmis til þinna kasta? Fyrirkomulagið? Já, ég fengi erindi og spurningar og þetta deilda fyrirkomulag. Það er bara þannig, það er alveg svona það er alveg svona vandamál sem er að núti sem að, þú veist, einhvern veginn er engin svona augljós lausn á svo náttúrulega er þessi arðskrár hugmynd líka með svona ákveði vandamál eins og við rættum á það fara fjárfestingar í rauninni eftir arðskrá eins og ég meina arðurinn kemur inn og fjárfestingar út bara eftir sömu skrá og segjum svo að veiðifélagi sé byggja sér hús og ég á 25% í arðskráni og húsi kostar 100 milljónir og svo að gera nýja arðskrá og ég hef allt innu 18%. Já. Þá er það svona auðvitað skekkja. Þetta er líka eitt af svona vandamálu sem kannski svona þessi lög ná ekki alveg utanum sko. En já, svona með veiðifélögin ég stærstu hluta mínu tíma fer ég bara í svona almenna fyrirspurning frá veiðifélögum og svo náttúrulega í þetta sjókvíeldi sko. Já. Það er náttúrulega á ykkar auðvitað er það svona stæstu hagsmunaaðilarnir í þessu öll saman, það eru þeir sem að eiga þessar blessu laxveiðár og sjóbreytings og sjóbleikjaár. Hvað, þú veist,
manni hefur ekkert fundist fara rosalega mikið fyrir landeigendum í þessu. Mér finnst oft svona veiðimenn hafa tekið slægin svolítið og leigutakar og einhvern veginn og eru þá svona auðveld skotmörk fyrir því að þetta sé bara fyrir einhverja ríka útlendinga eða banka í borgatúninu. Mættu landeigendur beita sem meira í þessu? Já, klárlega og þeir eru náttúrulega að reyna að gera það á, þú veist, vettvangi Landssambandsins og það er einn ástæðin fyrir ég var til í að fara í þetta starf að þetta væri svona það mál sem mestu hluta af mínum tíma færi í, sko, og þannig ákveði ég að koma hérna inn, sko, en það er svona ákveðin hluti þessar baráttu sem kannski er svona kannski eðlera að landeigendur taki heldur en þú veist, þið geta kannski ekki verið allstaðar í þessari baráttu því hvernig bara segðu það eins og það er, Gunnar. Hvað er gott fyrir landeigendur að vera í þessari baráttu og hvað er ekki? Ég held að svona aðal fókusin er að vera á verndun stofnana og bara á þessar stóru hættu á þessar erðablöndun sem ekki getur orðið ef allt verður versta veg og sem það er að gera, ég meina, þú veist, ég veist bara slisi sleppingi núna í 2021 sýnir fram á, þú veist, það er bara með kví sem sleppur út jafn mikið magn og er í íslenska laxastofnunum og þetta er náttúrulega, þú veist, þetta getur ekki endan með illa, sko. Og ég held að þetta sé svona að vera með þessi erðamál á hreinu og halda því svona til að haga, sé svona kannski svona stærsti vinkillinn sem að landeigendur geta tekið því þá beinlínu sem verið að þú veist, hvað að segja, skerða þeirra auðlind, sko. Þú veist, það er einhvern veginn ríkt í þjóðarsólinni að það er að vera byggð í landinu og mér er samt svona ekki einhvern veginn laxveiðinni með þetta svona stigma á sér að vera sportina ríku fyrir hennar ríku, sko, og meðan sko í rauninni megnið peningunum verður eftir í þessum sveitum og heldur þessu gangandi að miklu leiti fyrir mjög, mjög marga, sko. Algjörlega, þetta er miklu sterkara byggðamál heldur en sjókvíaldi í rauninni, þú veist, þú dreifir tekjunum og það verða eftir hér og það verða áhvert að sjátlæmis eða það verða að rannsaka bara, þú veist, svona skilur áhrif, hvaða áhrif hagnaður í sjókvíaldi raunverulega skilar á Íslandi, skilur, hann náttúrulega bara fer eitthvað út, þú veist, ekkert á hann væntanlega, þú veist, endur fjárfæst eitthvað sérstaklega í öðru hér heldur en sjókvíaldi, vissulega er fjárfæst í einhverju sem tengist sjókvíaldinu en ekki í einhverju öðrum fjárfæstingum á meðan að hagnaður af stangveiði, hann bara er hér á Íslandi, hann er ekki að fara neitt, sko. Nei. Þú veist, bara ef þú tekur þann samanburð, sko. Hann fer bara í bónus og í fóðblanduna og allt þetta. En vissulega eru þetta stórar fjárhæðir í sjókvíaldinu en það bara megnaði verður ekkert eftir hérna á landi. Nei, það er náttúrulega mörg þúsund manns, jarðir og mörg þúsund manns sem að hafa eitthvað svona afleitar tekjur af stangveiði, hvort sem það laxa eða silungsveiði. Já. Þetta er miklu, miklu fyrir störf, náttúrulega, heldur en ef að versta sviðsmyndi myndir raungerast að við værum ekki lengur með laxveiði hérna á landi, það var tapið á störfum og bara fyrir byggðar þróun í landinu var miklu meira heldur en benefiti sem sjókvíaldi er að færa okkur, sko. Ég held að við erum ekki ósamála það. Heyrðu, svona rétt í lokin, þeir hérna hjá Tókjó, þeir eru með okkur hérna og við erum konum með afsláttakóða þar, Hylur 10 og Hylur 10 er sérst eftirlætis veiðistæðurinn. Ert þú með eitthvað eftirlætis veiðistæð fyrir það á Tókjó? Þetta er mjög erfið spurning. Mátt alveg koma með 2, helst ekki 3. Helst ekki 3. Já, ég sko eftirlætis veiðistæður minn er bara eiginlega svona heil á og hún einhvern veginn það er engin svona einn staður í henni sem ég myndi segja að vera eftirlætis veiðistæður minn, það er Ormarsá. Já. En svo, þú veist, það er miklu auðveldara að segja eftirlætis veiðistæði kannski í öðrum ám og ef ég segi 2 þá myndi ég segja að það væri Ólafshylur í Sandá sem er magnaði veiðistæður og Skorarhylur í Hofsá. Og ég er í rauninni bara búin að veiða í Hofsá 2 en samt bara skaust hún einhvern veginn bara... Þetta er geggjaði staður. Já, hann er rosalur. Hann er alveg geggjaður, sko. Maður getur einhvern veginn verið þar bara heilan dag, sko. Ég mani mig þegar ég fór þangað fyrst skiptið þá var sagt, já, Skorarhylur veiða þar, stóru fiskar þar, ekki festastar. Já. Þú veist, svo var ég alltaf búin að festastar og þá þurfti ég að taka upp á svona einhverja meðvita ákvörðunum
Því mér langaði bara að vera Já. þarna, sko. Maður verður eiginlega bara að taka hann síðast, sko, til þess að, þú veist, Já, vera limitaður. festast ekki það, sko. Það er stór hættulegt að byrja þar, sko. Já, ég byrjaði þar síðast og vissulega festist ég þar. Hefur þú farið ofar en skorar, eða? Já, ég hljóp þurft að hlaupa að nefnir. Það geggjaðist það er. Já, geggjaði, hérna, Hylur 10, það er afslutakóðin á Susi og geggjaði, ég held að við séum mjög sáttið með Ólafsíl og Skorarhýl. En víst þú nefndir Ormarsá, hvað er það við Ormarsá sérstaklega sem að heillar? Það er bara eitthvað svona mystík. Hún er alltaf svona, hún er kannski önnu típa heldur en hinnar átnar á norðaustrótinu. Hún er miklu meira svona krút. Þetta er svona grasbakar og hún er linda á náttúrulega. En það er eitthvað svona við það. Hún er náttúrulega mjög löng, 35 kílómetrar eitthvað sliðs frá vatni og ennþá lengur náttúrulega til það en frá vatninu er 35 kílómetrar. Hvað er þetta margar stangir? 4. Já. Og þú hefur bara eitthvað svona endalust pláss og vissulega hafa komið ára sem að öll veiðin er á svona frekar afmörku svæði en síðan við tókum við á neðan 2011 þá hafa veiðin verið rosalega svona fjölbreytileg. Eitt ári er hún niður frá á geggjuðu svæði og það er fiskurinn bara svona eitthvað brjálæslega dreifður svo til að byrja með var rosalega mikið på heiðinni sem hún er ekki kannski endilega í dag en það er svo margir staðir sem einhvern veginn hægt er að lenda í ævintýrum. Þess vegna á enginn svona einn uppáhaldsveiðistæðar heldur þetta er svona einhvern veginn meiri svona heildar. Já, menn sem að koma inn á þú náttúrulega mætti til okkar fyrir 2 árum síðan og þá rættum við með Ormarsá og fleiri hafa sagt Gummi, Jör og fleiri að þetta er einhvern veginn svona staðar sem er hægt að lefa sér að týna staðin, það er no pláss og svo náttúrulega bleikja og urriði og Akkurat, maður bara gleymi tímanum Er hún ekki yfir höfuð svolítið hröð? Svona alveg bæði og sko, mjög fjölbreytt þú veist með þarna miðsvæði sem maður bara valla rennur og þetta eru svona bara svona nokk svona næstu í svona síki og þú veist fullt af veiðstöðum sem er ekkert skemmtilegi sko en svo bæði upp frá og svo neðst þá er hann mjög hröð og þarna bara jafnvel löngsvæði sem er kannski lítið veiðstæði því hún er þar hröð sko en mjög fjölbreytt sko Man ekkert eftir að Benni Andra fór þarna og hann var að hellingi að lýsa því fyrir mér að hann var að veiða helli Akkurat og mér finnst það mjög áhugavert svona, þú veist, þetta að koma flugun inn í helli, þetta var ekki eitthvað silla, þetta var eiginlega bara helli. Já, það er hellar hann, bæði í Hvannamýri og í Berginu. Já, mér finnst það svolítið cool, sko. Og það reynir svolítið á þeir sem flugukastara. Þetta er náttúrulega alveru út í raskati, sko. Akkurat. Og það er líka hluti af þessu. Og náttúrulega, kannski svona, auðvitað er það bæði stóru fiskardin en líka bara þetta landsvæði. Þetta tóða alltaf meira og meira í mann. Þú sé, ég byrjaði að veiða Hofsá fyrir 2 árum og Þistilfjörðurinn og allt þetta svæði, þú ert komin svo, fann fyrst bara þegar maður fer yfir Jökulsárfjöllum, sko, þá ert einhvern veginn komin út í svo mikið svona valdinnes, bara tempóið bara lækkar, færri bílar, minna stress, það gerist bara eitthvað þarna á þessu landshorni. Engir Sunday drivers. Já, þú veist, ég veit að þú náttúrulega sagðir okkur síðast að þú verið mikið í Laxá Leirársveit, svona svolítið allt öðru sem það. Já, í rauninni sko, eins skemmtilega hún er og við getum náttúrulega geggjað að veiða á Vesturlandinu í þessum ámöllum saman sko, en þannig að þá er eitthvað við norðausturhornið sem heilla mjög mikið. Ég var þarna einhverja 5 vikur að vinna í Selá í sumar og ég einhvern veginn, þú veist, maður er alltaf heyrt þetta, er svona þessi Þistilfjarða vopnaverðar hróki, sko, þetta er ekki alveg, þú veist, maður skilur þetta aðeins, sko, þetta er aðeins öðruvísi veiði, maður er ekki að veiða heilin sjálfan, heldur þeir á speiklunum hliðin á strengjunum og niður á brotunum og færið aðeins að kasta tvíendu og svona, þetta er eitthvað annað. Akkurat, ég mann til að var fyrst að fara við Selá einhvern tímann fyrir löngu síðan og fekk pointera frá Vigfúsi orðasinni og hann sagði mér sko bara, að því þá vissi hann að ég var bara búin að veiða á Vesturlandinu og hann sagði bara, þegar þú ætlar að hætta haltu þá áfram bara í 20 metrar viðbúð sko. Eða jafnvel bara ef þú horfir á staðinn og þú ætlar að hætta eitthvað byrjaði þar. Það var einmitt oft svona tilfengi séveg sko. Og það er svo geggjað, niður á brotum það sem, hann er eiginlega búin að brotna þeir eru svona í brekkunni algjörlega styrklega staðir. Þú veist, bæði geggjað en svo skemmtileg tilbreyting eftir að vera lengi á Vesturlandi að fara meir í svona veiða brot og spekla, leita hæguvatni frekar en að leita vatni sem er actually eitthvað súrefni. Það er aðeins annar taktur. Herðu, Gunni, takk kærlega fyrir að koma og segja okkur aðeins frá
landsabandi hérna veiðifíla og hvað að gera þar útskýra í rauninni fyrir okkar hlustendum hvernig þetta virkar allt saman. Bara minnstamál, takk fyrir mig.